aftur næsta mánudag vegna verslunarmannahelgjar. En já, við erum núna farin yfir í CrossFit og núna ég búin að setja mig í samband við eigundum hérna hjá CrossFit Hengli, þar sem að Björgvin kallir mitt mikið oft og hún komin hérna á línuna, hún Marja, komdu blessu og sæl. Marja Rún Þorsteinsdóttir, hvernig hefur það? Ég hef bara gott. Ert þú ekki hálfgerð í sigurvímu að fylgjast með pjaknum þarna út í stóra heiminum? Jú, við erum alveg en þó bara bleikur ský, við erum svolítið þreytt líka eftir helgina. Já. Ég aðsend að tala með við sem þreytt eftir að átaki sem hann búin að eiga í. Þetta tekið svolítið á að fylgjast með þessu? Já, svolítið. Já. Þetta er liðminni. En þessi árangur Björgvin Karls, þetta náttúrulega frekar lýgilegt með hvað hann að koma svona sterkur inn í þessa heimsleika. Já, þetta er eiginlega bara ótrúlegt. Þetta er eiginlega kannski mættilega að segja hann sé kannski svona 1-2 árum á undan áætlun. Við reiknum kannski ekki alveg með þessum árangri í þetta ári. Vonum svona meira að horfa á topp 10 kannski. En hann er bara íþróttamaður fram í fingurgóm og það er alveg sama hvað hann tekur sig fyrir hendi og hann gerir allt alveg ótrúlega vel og er eiginlega bara einn af þeim sem er ótrúlandi góður í öllu. Það er bara þannig. Þannig að hann hefur komið ykkur bara jafnvel óvart þarna? Já, við vissum reyndar sko eftir svæðamótið, þetta Evrópumótið, þá er alltaf keyrt saman sem niðurstöður úr öllum svæðamótunum og þá vissum að þar var hann rankaður nummer 9. Þannig að við vissum að það var möguleiki, en það þarf þetta ekki alveg að vona svo rosalega sko. Já. En svona með íþróttina CrossFit það er náttúrulega menn kannski áttar sig ekki á því að þetta er lygilega vinsæl íþrótt bara út í hinum almenna heimi. Já, þetta hefur stækkað bara á ári. Þetta byrjar svona 2009 að verða svona almenningssport og er bara fastest growing sport í heimi held ég að sé bara alla tölur síni. Þannig að þetta er bara orðið rosalega stort batteri. En svona, já, keppinir sem Björgvin Karl var að keppa þarna við að þetta eru náttúrulega allir með svona svolítið langan bakgrunn í hinu og þessum íþróttum. Hvernig bakgrunnum Björgvin Karls, hann er nú ekkert svo rosalegur eða? Nei, ég var einmitt að svona spá í þessu hugsunast á hann þegar þú hringdir að hann sko, þeir þreytast ekki á að tala um það þulið bandarísku að hann sé með 14 ára bakgrunn í fótbolta og 9 ára í fimleikum. Ég heldur áttur ég kannski ekki alveg á því hann æði fótbolta Stokkseyri. Já, meistaraflokkur Stokkseyri hérna. Já, og fimleika á Selfossi er reyndar eitthvað aðeins í Gerplu, einhverja 2 vetur heldur eitthvað svoleiðis. En það sem að þeir ímyndir sér þegar þeir heyra þessar tölur er væntanlega eitthvað svona college, eitthvað Bandaríkja dæmi sko. Þannig að hann er að keppa þannig við fyrrverandi atvinnumenn í ýmsum íþróttum, menn sem að fara á Ólympíuleikana, heimsmeistaramót og annað. Þannig að þetta er engan veginn sambærilegt sko þessi bakgrunnur. En hann bara, ég held að það sé alveg ótt að segja að hann vann í einhverju genalóttu sem að ég vann allavega ekki, ekki með þig. En svo er þetta bara ótrúlegt, að fylgjast með hann hvað hann er ótrúlega eljusamur að mæta á æfingar marg ofta dag aðleitt niður í kjallara, niður í CrossFit er eitthvað sem er ekki á færi allra sko. Og svolítið líka gaman að því að það er nú ekkert langt síðan að hann fór bara sjálfur í liftingasal. Nei, þetta byrjaði alltaf fyrir 3 árum. Ég og Heiðar, maðurinn minn, vorum að æfa CrossFit í Reykjavík og maðurinn minn kynnist í gegnum félaginn sem að stofnaði CrossFit Reykjavík, við erum saman í lögreglunni í Reykjavík. Og hann var eiginlega bara svona óþolandi að tala endalaust þetta og ég leiddi teknin inn í þetta og ég sá strax að fljóta sig á og ég sagði Heiðar, ef Björgvin byrjaði þessu sporti þá verður hann góður. Já. Og hann kom bara á fyrstu æfinguna og bara neldi þetta. Það var bara þannig, hann var eiginlega bara bestur af öllu sjóra inni bara á fyrstu æfingunni. Já, þannig að, en þið áttu væntanlega aldrei von á því að á svona stuttum tíma hann væri þarna orðin allt í einu 3. besti í heiminum? Nei, ekki alveg. Nei. En það hefur einhvern veginn verið þannig bara frá fyrstu æfingu, bara árangur hefur bara verið upp á við. Bara svona jafnt og þétt hefur hann einhvern veginn bara bætt sig. Þannig að það bara, maður sá svo sem alveg að hann yrði fljótt mjög góður en kannski ekki alveg svona. Nei. Þannig að það er bara gaman. En hann náttúrulega, það virðist alveg sama hvað hann tekur að sér, hann virðist verða mjög öflugur í því og já, hann var einmitt valinn hérna hlustundum íþróttamaður ársins þarna í fyrra og já, það var með miklum yfirbyrðum. Já, og var valinn íþróttamaður Hveragerðis líka núna síðustu ár. Já. Hveragerðisbær tók það stakka að verðlaunum fyrir það og CrossFit sé ekki í ISI, en hann keppir auðvitað innan ISI í olímpísku lyftingum með landsliðinu þar. Já. Veistu hvernig staðan er á því í dag? Er CrossFit eitthvað leiðin innan ISI?
Nei, ég á ekki vona. Ég sit nú í stjórn CrossFit Sambands Íslands og það er ekkert sem við höfum verið að vinna. Þetta er svolítið erfitt mál af því að CrossFit er bara svona brand í Bandaríkjunum og er í einkaeigu mann sem heitir Greg Glassman og ég held að þetta yrði mjög flókið ferli ef að CrossFit ætlaði að sækja aðelda í því. Já. Ég veit ekki alveg hvernig það ætti að gerast, sko. En ég vona bara að samband íslenska íþróttablaðamanna eða hvað sem að velur íþróttamann ársins að þeir bara endurskoði sínar reglur. Það þarf ekki nema 1 fund og samþykki fyrir því, held ég. Já, en já, svona aðurum við eignumst náttúrulega nýjan heimsmeistara þarna í CrossFit líka helgina, eða í gær? Já, Katrín Tanja stóð sig alveg frábærlega. Og Ragnheiður Sara líka. Já, Ragnheiður Sara hefur komið að æfa hjá okkur niður í Hengli og eftir svolítið með Björgunni. Og þetta er bara ótrúlegt íþróttafólk. Það er bara þannig. Já. En svo þessi bara gerðu einhver allt öðru en við hinn. En hvað er það svona sem drífur þetta fólk? Er þetta jafnmikið svona andlega og líkamlega hliðin saman? Eða þú veist, því að þeim er að horfa á þess eins og í gærkvöldi að horfa á þessa keppendur, þetta er náttúrulega lygilega mikil orka sem þeim þurfa að hafa. Já, við töluðum við Björgunni þetta gær bara fljótlega eftir úrslitin voru ljós og hann sagði okkur það að hann líkaminn var löngu tilbúin að hætta, sko. Það er þeir sem að vinna eru þeir sem að geta keyrt sig bara alveg að þolmörkunum og eins og hann sagði, hann langaði bara meira í 3. sæti heldur en stráknum sem var í 3. sæti fyrir síðasta íventi. Það voru bara 4 stig sem að skildu það að. Já. Og hann sagði það sé það bara á uppbyrjumsöðinu, hann langaði þetta meira og hann ætlaði bara að nýta sig það. Þannig að þetta reynir gríðalega vandlega þáttinn. Það er spurning. En nú er bara að horfa á þetta litla Ísland að hafa þessi nöfn þarna, við erum búin að Annimist hefur náttúrulega verið heimsmeistari og nú Katrín Tanja og svo er náttúrulega Ragnheiður Sara svo nálatti líka bara, af hverju eru við svona góð í CrossFit? Það er góð spurning, ég veit ekki svarið við því, sko. Nei. Við búum rosalega vel að því að Annimist kemur inn á sjónarsviðið mjög snemma bara í CrossFit og að hafa svona fyrirmynd eins og hana er þetta bara, það er ótrúlegt fyrir okkur hefur klárlega gefið mikið svona boost. Ragnheiður Sara segir það sjálfa að Katrín Tanja og Annimist hafi verið bara hennar fyrirmyndir. Þannig að það er klárlega að skila sér. Við erum með litla stelpur sem segist vilja verða eins og Annimist og nú í dag komu 2 8 strákar til okkar í Hengils og sagði mér það að þeir ætla á Games þeir eru fullorðnir. Þannig að þetta er þetta bara frábæra fyrirmyndir. Já. Þannig að þetta bara endar í yngri flokkastarfi, eða ekki? Jú, við erum með yngri flokkastarfi okkur í CrossFit Hengli. Já. Yngstu krakkarnir eru 7 ára sem eru aðeins, eða 6 ára. Og hvað er það svona helsta, þetta er náttúrulega fyrir allan aldur og hvað er svona helsta eins og þú ferð með yngstu, er það bara svona hérna ýmsu æfingar eða? Já, við erum bara að vinna markvisst að við vinnum þetta mest í gegnum leik bara með yngstu krakkana. Og við erum bara að vinna markvisst að því að bæta úthald, þol, snerpu og svona ýmsar æfingar bara með eigin líkamsþyngd. Við erum ekki að láta það lyfta henni lóðum en slíkt. Ekki þyngstu. Nei. En við gerum þetta allt í gegnum leik og þetta er mjög svona uppbyggjandi bara. Þau eru meira bara svona að læra að keppa á sjálfu sér, vera bara besta útgáfan á sjálfu sér. Og þeir henta mjög vel þeim börnum sem hafa kannski ekki fundið sig í hópíþróttum eins og fótbolta, körfubolta, einhver slíku. Já. Þeir krakka koma til okkar og alveg blómstra. Og já, þannig Hengli, þetta er ansi góðu félagskapur þar sem allir hvetja hvern annan áfram. Það hefur, eða ekki verið alveg tróðfullt hjá okkur alltaf, eða hvernig getur hversu meirilega farið í þetta? Sko, ég segi að CrossFit sé fyrir alla sem að vilja taka þátt. Það geta allir tekið þátt sem vilja. Æfingarnar eru þannig að þú getur skalað þér að eigin getu og við aðstöðum fólk og kennum að skala. Og það þurfa allir bara að sækja hjá okkur 10 skipta grunnámskeið. Og það sem við förum bara yfir alla grunnþættina og ef fólk vill vera með í þessu félagskap og vill stunda þessa íþrótt þá geta allir verið með. Það er alveg 100% þannig. Elsti iðkandinn í okkur er 70 með gervihné og hefur eftir okkur bara frá fyrsta degi. Og það lýsir kannski svolítið vel. Hann fór bara fyrstu vikuna eftir að hann byrjaði að æfa hjá okkur til læknisins og spurði bara hvað hann mætti setja mörg kíló á hann lið, hann var gerfilið. Og fekk það að hann mætti setja 70 kíló á stöngina og síðan þá hefur hann bara mætt okkur einu stæðingu sem hann ætlaði að mæta á. CrossFit er það ekki hugsað svona svolítið undirbúningu líka bara fyrir þá vinnu sem þú ert í þess vegna? Jú, þetta er bara, við vinnum bara með hreyfingar sem eru svona functional eða svona hagnýtar hreyfingar, þetta er íslensku. Þannig að við erum ekki að vinna með eitthvað markviss að stækka tvíhöfðan eða þríhöfðan eða eitthvað svoleiðis af því að það er flott.
Þannig að við erum að vinna með hreyfingar sem að nýtist fólk í lífinu. Já. Og það er alltaf einhver sem segja að sumir ekki gera réttu lyftu og sumir ekki gera hnepi og eitthvað svona. Og eins og með réttu lyftu, þá er mjög auðvelt að svara því einhver sem á ekki að beygja sig eftir pennanum sem er missur á gólfi. Það er bara réttu lyfta. Þannig að auðvitað er ekkert allir sem geta gert réttu lyftu með mörg kíló, en það geta allir gert réttu lyftu með eigin líkamsþyngd eða mjög litla þyngd. Þannig að við vinnum bara fyrst og fremst, byrjum bara á grunnunum og byggjum án á það. Já, og verum með þá rétta líkamsbeitingar og svona. Algjörlega, það er bara númer 1, 2 og 3. Já, nákvæmlega. María Rún Þorsteinsdóttir, þakka kærlega fyrir að gefa okkur tíma og já, fyrir áhugasama þá eru þið með það ekki heimasíðu? Jú, við erum með crossfithengill.is og svo bara Facebook. Já. Og það er auglýsið alltaf þegar grunnnámskeið byrja og bara, kannski gaman þetta, næsta grunnnámskeið hefst bara mánudaginn 10. ágúst, strax eftir verslunarhelgi. Já. Þá byrjum við bara fulli. Þá hef ég ekki afsökun ef ég fæ í baki eða ég myndi byrja í þessu. Segðu. Nákvæmlega. Og það tekur það stór og við vorum að stækka núna helgina meðan við vorum að horfa á Björgun, þannig að við hefum búin að stækka í 3. skipti. Já. Það er orðin alveg frábært, þetta tekið vel á móti þess. Nákvæmlega. María Rún Þorsteinsdóttir, bestu þakkir og já, gangi ykkur áfram vel. Það er bara ótrúlega gaman að fylgjast með öllum sem koma þarna að æfa með ykkur. Árangurinn, það er bara svo lýlegt að horfa á suma sem hafðu aldrei hreyft sig og nú eru þeir í 10-falt betri formi heldur en maður sjálfur. Segðu. Þetta er spurning. Nákvæmlega. Og svo er líka bara svo stutt frá Selfoss í Hveragerði. Já, það er nefnilega mál. Ég held að það sé rosalega langt, en það er bara eins og milli hverfa í Reykjavík. Já, það er það sem ekki allir. Það tekur nú hálftíma fyrir marga að keyra krakkana sínu á fótboltaæfingar í bænum. Segðu. Já. Segðu. María Rún Þorsteinsdóttir, bestu þakkir og gangi ykkur vel. Takk hérlega fyrir. Já, og nánar upplýsingar náttúrulega inn á crossfithengill.is og svo er þið náttúrulega með Facebook síðu hjá Hengli mitt sem heitir Hengill eða sem sagt CrossFit Hengill og þetta er náttúrulega í Hveragerði. Stutt að fara. En næsta dagskrá það er handboltinn. Davíð Már Kristinsson, handboltaspekingur, verður hér á línunni eftir smá stund og segir okkur alltaf helsta úr sportinu. Allt það góða sem íslensk náttúra hefur